Gyrðir var að hvíla sig á hliðarspori. Stundum hugsaði hann, mikið nú þreytandi að vera svona stór og glæsileg eimreið. Maður verður að huga svo mikið að útlitinu. Bíp, 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 halló feitabolla, blístraði Hinrik. Ósvífnin, hvæsti Gyrðir. Þessi Hinrik einum of stór upp á sig að tala við mig svona. Mig, sem aldrei hef lent í slysi. Eru stíplaðar flautur og sprungnir öryggislokar ekki slys? Spurði Pési sakleysislega. Alls ekki. Í hita leiksins getur þetta hent hvaða eimreið sem en að fara út af sporinu eins og Hinrik gerði, ég bara spyr, það rétt? Það virðingarvert? Nú var komið að Hinriki að flytja hraðlestina. Gyrðir horfði á hann undirbúa sig. Farðu varlega, Hinrik, þetta ekki síldin fljúgandi, reyndu nú að tolla á teinunum í dag. Hinrik strunsaði burt, en Gyrðir geispaði og fór að sofa. En hann svaf ekki lengi. Vaknaðu Gyrðir, sagði lestarstjórinn, það að koma sérlest sem við eigum að draga. Farþega eða vöruflutningar? Vöru, svaraði lestarstjórinn. Vörur, fussaði Gyrðir. Það gekk illa að kynda upp í Gyrði, svo Eðvarð varð að ýta honum á snúningspallinn til að hann sneri í rétta átt. Ég vil þetta ekki, muldraði Gyrðir. Engan kjánaskap, másaði Eðvarð. Loks var Gyrðir á snúningspallinum. Hreyfingin hafði hrist upp í eldinum, nú logaði hann glatt og framleiddi gufu. Gyrðir var skapillur og sama allt. Snúningspallurinn snerist hálfa leið. Ég skal sýna þeim, hvæsti hann. Hann mjakaði sér eilítið áfram til að festa pallinn, en gat ekki stöðvað sig og rann áfram út í skurð. Úff, stundan, bjargið mér héðan! Þetta vonlaust, sögðu lestarstjórinn og kyndarinn. Þú ert fastur, heimska eimreiðar tröll, skilurðu það ekki? Þeir hringdu í feita eftirlitsmanninn. Svo Gyrðir vildi ekki taka sérlestina og fór út í skurð. Hvað segið þið? Bíður sérlestin? Segið þið Eðvarði að fara með hana og Gyrðir, skiljið hann eftir það sem hann við megum ekki vera að því að sinna honum núna. Hinum megin við skurðin voru litlir strákar að tala saman. Mikið hann bjánalegur. Þeir geta aldrei losað hann. Þeir fóru að syngja. Gyrðir Bjáni fór út í skurð, fór út í skurð, fór út í skurð. Gyrðir Bjáni fór út í skurð, snemma á mánudagsmorgni. Gyrðir lá í skurðinum allan daginn. Æ, hugsaði hann, ég verð hér til eilífðar núns. En kvöldið lyftu þeir Gyrði og settu þvertré undir hjóluna á honum svo hann sykki ekki í leðjuna. Sterkur kaðall var bundinn í hann og Jakobi og Hinriki tókst með erfiðismunum að bjarga honum. Kvöldið skjökti Gyrðir heim á leið dapur í bragði en reynslunni ríkari.